Grænidalur var á kafi í snjó. Pétur var önnum kafinn við að ryðja vegina. Enginn gat komist leiða sinna fyrir hann hafði rutt snjónum í burtu. Palli póstur og Svenni og fröken Randalín fylgdu á eftir í slóð Péturs. Séra Jón var að moka af gangstígnum hjá sér. Hann veifaði Palla sem ók hægt framhjá. Haltu sætunu heitu, Njalli. Góðan daginn, Gugga. Þetta nú meiri snjókoman. Það vill til að Pétur að ryðja vegina. Við hefðum aldrei komist hingað án hans hjálpar. Mér sagt að það séu 3 metra snjóskaflar í Brautarholti, Palli. Og hér einmitt áríðandi sending til Gunnars. Þú kemst víst ekki með hann að þanga í dag. Æ, það var leitt. En ég ætla nú samt að taka hana með mér. Venjulega tekst mér að finna einhver ráð. Jæja, en farðu varlega, Palli. Ekki viljum við þú grafist í snjó. Ó, ég bjarga mér. Bless, bless. Við ættum að geta grafið okkur leið þótt við festumst. Er það ekki, Njalli? Og Palli lagði af stað. Hann varð að aka mjög varlega eftir hálum veginn. Við Grænadalskot biðu tvíburarnir eftir honum. Á! Hver kastaði þessu? Þið, litlu abakettirnir ykkar. Það geta nú fleiri leikið sér. Nei! Hvað gengur eiginlega á? Ó, fyrirgefðu, Andrés. Ég vissi ekki að þú væri hérna. Ég miðaði á tvíburana. Allt í lagi, Palli. Þetta bara leikur. Þú kemur alveg mátulega. Vegurinn teftur og snjóplógurinn festist í skafli. Við ætlum að grafa hann upp. Þú getur hjálpað okkur. Allt í lagi. Ég get hvort sem ekki haldið áfram að bera út fyrir vegurinn ruddur. Ég ætla bara að afhenda Bínu bréfið sitt fyrst. Það snjóar mikið í ár, Bína. Já. Tvíburunum finnst það gaman? Já, ég fekk að finna fyrir því. Þegar þeir koma að snjóplóknum var Pétur þegar byrjaður að moka. Jæja, Steini, þetta staðurinn. Ekkert óttast, Pétur. Við verðum ekki lengi að ná þér upp. Sem betur fer. Þetta kemur heldur betur út á manni svitanum. Svona, strákar, látið þið hendur standa fram úr ermum. Bíðið, ég ætla að athuga hvort ég kemst í gegn núna. Og hann reyndi við skafli. Áfram, Pétur, þér tekst þetta. Og í gegn komst hann.
Tvíburarnir höfðu ekki setið auðum höndum. Bless. Blessaða, Palli. Bless. Palli nam staðar við pressetrið. Hann var með bréf til séra Jóns. En það var Guðfinna læknir sem kom til dyra. Komdu inn, Palli. Verslingspresturinn rasaði á svelli og fótbrotnaði. Æ, það voru slæmafréttir. Halló, Palli. Sjáðu nú þetta, þar fór ég illa að ráði mínu. Þetta eins og hverjum óhefni, séra Jón. En hér ég með bréf til að gleðja þig. Ó já, frá Silvíu frænku. Það verður gaman að lesa það. En hvað verður nú safnaða blaðið? Ég átti að bera það út í dag. Ég get tekið ásamt bréfunum mínum, sagði Palli. Það ekkert mál. Ég skal sjá að það komist til skila. Vertu blessaður, séra Jón. Þegar hann kom að Tómasarbæ var Dóra einmitt að ná í eggin sín. Ég vona að sé engin póstur í Brautarholt, sagði hún. Þar svo mikill snjór að Pétur varð að snúa við. Snjóplógurinn komst ekki upp hæðina. Og ég einmitt með áríðandi sendingu til Gunnars. Hvað á ég að gera? Ég gæti kannski labbað. Ég betri hugmynd. Við getum notað gamla sleðan okkar. Ég þarf hvort sem að gefa kindunum. Já, ég hef ekki komið á sleða í langan tíma, en sennilega það eina ráði til að koma pakkanum til skila. Þá leggjum við í hann, sagði Andrés. Þú ættir að fara með matvörur til Gunnars, sagði Dóra. Það hefur snjóað svo mikið að hann sennilega orðin heldur matalítill. Og þau hlóðu vörum á sleðan. Og svo lögðu þeir af stað. Það var erfitt að komast upp í mótið. En mjög auðvelt að komast niður. Kindurnar fögnuðu þeim. Sjáðu skaflinn. Húsið hans Gunnars var því nær grafið í snjó.
Halló, er einhver heima? Gunnar var úti. Hann hafði farið að gefa kindunum sínum, svo Palli skildi matinn og pakkan eftir á borðinu. Við verðum fljótir að fara niður hæðina, sagði Andrés. Íttu. Svona, nú förum við. Allt við, Palli. Hjálp, á, æj, hamingja hjálpi mér. Er allt í lagi með þig, Palli? Ég er að minnsta kosti í heilu lagi, held ég. Haltu þig fast. Dettu inn á trénu. Ha, 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 ha. Hopp. Hey. Já, hérna. Þetta var óvenjuleg aðferð við að bera út pakka. Nú veitur okkur ekki af einhverju heitu að drekka, sagði Andrés. Gjörið svo vel, allt tilbúið handa ykkur. Njalli var því fegin að hafa orðið eftir við hlýjan eldinn. Takk, Dóra. Þetta kom sér vel. Já, það jafnast ekkert á við góðan tebolla. Takk fyrir ökuferðina. Bless. Nú átti Palli bara eftir að bera út póst í þorpinu og þar voru vegir ruddir og sandfór. Engin meiri mokstur eða fleiri sleðaferðir í dag, sagði Palli. Það þarf nú meir en snjó til að stöðva okkur, Njalli.